Fish are jumping and the garden is high. Oh, your daddy is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and take to the sky. But till that morning, there is nothing can harm you. With mommy and daddy standing by. With mommy and daddy standing by. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the garden is high. Oh, your daddy is rich and your ma is good looking. And hush, little baby, don't you cry. So hush, little baby, don't you cry. Don't you cry. Don't you cry. Takk kærlega fyrir, Rósalind, fyrir þetta fallega lag, Summertime. Sumarlegt lag, en ekki nóg með það, þetta er líka splungu nýtt lag. Var bara að koma á Spotify, var það ekki bara í vikunni? Lagið er náttúrulega ekki nýtt, en ný útgáfa. En ný útgáfa meina ég hérna. Ný útsending sem að hérna þið unnuð af og er komið á Spotify og ef við öll hérna inni höfum það á repeat í símanum í nótt, þá held ég að við myndum ná því að koma svona vel ofarlega á lista, svona íslenska listan allavega. Það væri voða gaman. En kæru vinir, verið velkomin í guðsþjónustu í Lindakirkju á þessum fallega sumardegi. Gaman að sjá hvað við erum mörg í svona miðjum júní. Já, það er Óskar Einarsson sem að leiðir tónlistin af jafnmikilli snilld og vanalega og með honum í dag eru það Rósalind Sigurðardóttir og Sigrún Jóna Grettisdóttir, kórkonur. Og ég er búin að vera að hlusta á þau æfa hérna, þetta er alveg dásamlegt, ég er vel í vændum með þetta. En sjálfur er ég Danni og ég hveti ykkur að taka vel undir í svörum og söng. Formið hjá okkur, það er svolítið svona í öðruvísi sniði núna þegar það eru sumarmessunar, aðeins léttara, en engar áhyggjur, við förum öll í gegnum þetta saman og við mögum alveg leið ykkur lið fyrir lið. En vers vikunar, það eru Lúkasar guðspjalli, 10. kafla, og þar stendur:
Sá sem á yður hlýðir, hlýðir á mig, og sá sem hafnar yður, hafnar mér. Já, við skulum helga okkur stundina Guði með signingu og upphafsbæn, og upphafsbænin okkar finnið þið hérna í Sálmabókinni, alveg fremst. Þá hérna upphafsbænin. Við signum okkur og segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyrð þú lofgjör mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Þá ætlum við að syngja gamlan, góðan, klassískan sálm, ekki satt? Manstu númerið í Sálmabókinni? 582. Þetta sálmurinn Drottinn minn hirðir. Brotinn þinn og stafur huggar mig, þú bindur
Já, ritningarlestrar dagsins fjalla köllun í kærleika og hugrekki í Guði. Þið finnið messusvörin á blaðsíðu 16 í Sálmabókinni. Fyrir ritningarlesturinn úr 5. Mósebók. Ef einhver bræðra þinna fátækur í einni á borgum þínum í landinu sem Drottinn Guð þinn gefur þér, skaltu ekki loka hendi þinni fyrir fátækum bróður þínum með harðýðri, heldur skalt þú ljúka upp hendi þinni fyrir honum. Þú skalt lána honum það sem hann skortir. Ljúktu upp hendi þinni fyrir meðbræðrum þínum, fátækum og þurfandi í landi þínu. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Seinni ritningarlesturinn úr 1. bréfi Jóhannesar. Við þekkjum kærleikann sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Fáum við elskað hvert annað og lifað eins og Kristur lifði hér á jörð, verðum við full djörfungar á degi dómsins. Ótti ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan, því að óttinn býst við hegningu, en sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrra bragði. Ef einhver segir, ég elska Guð, en hatar trúsystkini sín, sá lygari. Því að sá sem elskar ekki bróður sinn eða systur sem hann hefur séð, getur ekki elskað Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum, að sá sem elskar Guð á einnig að elska bróður sinn og systur. Já, þannig hljóðar hið heilaga orð. Og þá mega þau sem mega auðvelt með rísa á fætur, við heyrum heilagt guðspjall sem ritað af guðspjallamanninum Lúkasi. Jesús sagði þessa dæmisögu. Einu sinni var maður nokkur ríkur, klæddist purpura og dýru líni og lifði hvern dag í dýrlegum fagnaði. En fátækur maður hlaðinn kaunum lá fyrir dyrum hans og hét sá Lasarus. Feginn vildi hann seðja sig á því fjall af borði ríkamannsins og jafnvel hundar komu og sleiktu kaun hans. En nú gerðist það að fátæki maðurinn dó og báru hann englar í faðm Abrahams. Ríki maðurinn dó líka og var grafinn. Og í helju, þar sem hann var í kvölum, hóf hann upp augu sín og sá Abraham í fjarska og Lasarus við brjóst hans. Þá kallaði hann, Faðir Abraham, miskunna þú mér, og send Lasarus að hann dýfi fingurgómi sínum í vatn og kæli tungu mína, því að ég kvelst í þessum loga. Abraham sagði, minnstu þess, barn, að þú hlaust þín gæði meðan þú lifðir og Lasarus böl á sama hátt. Nú hann hér huggaður en þú kvelst. En hann sagði, þá bið ég þig, faðir, að þú sendir hann í hús föður míns, en ég á 5 bræður, til þess að vara þá við svo þeir komi ekki líka í þennan kvalastað. En Abraham segir, þeir hafa Móse og spámennina, hlýði þeir þeim? Hinn svaraði, nei, faðir Abraham, en ef einhver kæmi til þeirra frá hinum dauðu, mundu þeir taka sinnaskiptum. En Abraham sagði við hann, ef þeir hlýða ekki Móse og spámönnunum, láta þeir ekki heldur sannfærast, þó einhver rísi upp frá dauðum. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Við skulum játa saman trú okkar og trúarjátninguna finniði aftast í Sálmabókinni, postulega trúarjátning. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vor, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar,
krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á 3. degi, aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Takk fyrir. Já, ég og Óskar vorum að tala saman fyrir vikunni og ég sagði honum, Guðspjallið svolítið þungt, ef við ekki hafa svona svolítið létta og skemmtilega tónlist með. En það náttúrulega ekki nýtt fyrir honum að hafa skemmtilega tónlist. Snillingur í því. En þá næsti sálmur, þessi dásamlega fallegi sálmur, Ást. Og ef þið viljið raula með, þá það sálmur 368 í sálmabókinni. Hann nýrataður í sálmabókina, nýju útgáfuna. Passa vel á þessum tímamótum, ekki 2 dagar í Jónsmessu, þar sem að sól sól og myrkur slást völdin, en sumarið hefur völdin núna. Takk kærlega fyrir þetta.
dásamlegur söngur, dásamlegur sálmur. Og ég ekki frumkvöðl í neinu þegar ég segi að þetta var sálmur sem var sungin í Jónavígslunni hjá mér. Á sérstakann stað í hjarta mínu. Já, náð sé með ykkur og friður. Við þekkjum nú flest morgunbænina, nú ég klæddur, það ekki? Góð og falleg bæn sem við förum til dæmis alltaf með í sunnudagaskólanum hérna, alla sunnudaga. Ég veit að ég liði svolítið á kvöldið, en getum við farið saman með hana? Mér langar svolítið að tala út frá henni. Ég var að biðja saman. Nú ég klæddur og kominn á ról, Kristur Jesús veri mitt skjól, í Guðsóttanum gefð þú mér að ganga í dag svo líki þér. Amen. Nú með ekki fara að sofa næstu 12 tímana. Já, í Guðsóttanum, það svo margt sem við hræðumst og það svo auðvelt að óttast. Við óttumst það sem við þekkjum ekki og það sem við skiljum ekki. Guðspjall dagsins talar kannski svolítið inn í þennan ótta. Við heyrðum mann sem að dó og endaði í heljum, í kvölum. Ekki beint uppbyggjandi. Óttin kannski ekki svona sumarlegasta predikunarefnið, en þó samt mikilvægt að fjalla Í morgunbæninni góðu einmitt fjallað Guðsóttan. Í Guðsóttanum gefð þú mér að ganga í dag svo líki þér. Það ekki þægileg hugsun að við eigum að ganga inn í daginn full af ótta við almættið. Ótta við það að ef við misstígum okkur, verð okkur refsað, að við endum í eilífðar kvölum. Að lifa í þessum ótta, það bara engin leið að lifa. Guðsóttin gamalt orðfæri. Það merkir í rauninni guðrækni eða virðing við Guð, eins og við hugsum það í dag. Ekki eins og við hugsum hræðsluna í dag. Við komum ekki í kirkju og hefjum stundina og segja því að við lifum í stöðugum ótta við aðra afl sem við getum ekki einu sinni séð. Nei, við viðurkennum að við viljum eftir fremsta megni sýna kærleiksríkum skapara okkar virðingu og kærleika tilbaka með því að fylgja því fordæmi sem að sonurinn Jesús Kristur sýndi okkur. Þannig göngum við svo líki Guði, með því að feta í fótspor Krists. Og við sjáum þessi fótspor svona fyrir framan okkur eins og í hyllingum, það góða og rétta að gera. Að feta í fótspor Krists ekki að setja ákveðna dagskráliði inn í dagatalið. Það lífstíl. Það ekki eitthvað til að haka við í tékklista. Það viðhorf. Það ekki áramótaheit sem við setjum samhliða því að ætla að vera duglegir að rífa í lóðin. Það umbreyting á okkur sjálfum. Það að lifa í ljósi Jesú og það tekur áræðinni að fylgja frelsaranum. Við viljum feta í fótsporin, en stundum það svo gríðarlega erfitt. Það svo freistandi að fara af leið. Stundum höldum við einfaldlega að við vitum betur. Við þurfum ekki aðstoð eða ráðleggingar. Við vitum nákvæmlega hvað við erum að gera. Það getur hljómað eins og við séum fúllendir eiginmenn sem þurfa ekki að kíkja á kortið, þeir vita nákvæmlega hvert þeir að fara, en eru samt núna 3 sinnum búin að keyra inn í sama botlangan. En það óþægilegt að vera í aðstæðum þar sem við upplifum okkur stjórnlaus. Þegar við sjáum ringulreið þá það í eðlinu okkar að vilja koma á röð og reglu. Og það engin undantekning þegar kemur að guðdómleikanum. Gagnvart guðdómleikanum sem okkur fyrirmunað að skilja til fulls, reynum við að koma á röð og reglu. Við gerum það með helgisiðunum okkar, með ritúalinu. Með orðum og sálmum, með tónum og tali, með bæn og blessun. Þetta okkar leið til þess að reyna að skilja guðdómleikan, til þess að reyna að ná tengingu. En guðdómleikin fyrir okkur leyndardómur. Við fáum smjörþefinn af honum í gegnum orð Guðs og trúarlíf okkar, en þennan leyndardóm fáum við aldrei upplokið, allavega ekki í þessu lífi. Guðdómleikin þannig á okkar mælikvarða stjórnlaus. Nei, við getum ekki skilið Guð nýja guðdómleikan til fulls. Við höfum ekki einu sinni orðaforðan í það og í rauninni takmörkuð af tungumálun okkar. Hvernig lýsum við Guði?
Já, hvernig lýsti Guð sér? Guð lýsti sér fyrir Móses á fjallinu á eins einfaldan hátt og hægt var. Ég er. Já, Guð er. Vald birtist okkur í ýmsum myndum. Maðurinn sem við lesum í Guðspjalli dagsins hafði vald út af ríkidæmi sínu af veraldlegum auð. Hann klæddist purpura og dýru líni og lifði hvern dag í dýrlegum fögnuði. Þessi maður lifði lífinu. En, það er alltaf en hann lifði því aðeins fyrir sjálfan sig. Hann sá fátæktina og þjáninguna, óreiðuna sem að birtist okkur þar og tók meðvitaða ákvörðun að gera ekki neitt. Þrátt fyrir það að hann hafði aðgang að orði Guðs, spámannanna, sem að biður okkur einmitt að gera hið gagnstæða. Jú, að gera eitthvað. Stundum er hlutverk okkar að hlusta og þiggja orð Guðs. Það mun aldrei veita okkur fullan skilning á mannlegri tilvist, hvað þá guðdómleikanum, en það getur veitt okkur kjark til þess að taka á skarið, til þess að veita hjálparhönd, til þess að hætta að lifa stjórnuð af ótta. Óttinn getur nefnilega stjórnað okkur. Óttinn er líkamlegur. Þegar við erum hrædd, þá losar líkaminn hormón sem geta valdið því að blóðþrýstingurinn eykst, hjartað byrjar að slá hraðar, við byrjum að anda örar. Jafnvel blóðflæðið í líkamanum okkar breytist. Blóðið byrjar að pumpast frá hjartanu í útlimina að því að líkaminn er að gera sér tilbúin í að annaðhvort að hlaupa í burtu frá hættunni eða lemja frá sér. Þannig getur óttinn stjórnað okkur. Óttinn tekur yfir líkamanum. Við missum stjórnina. Fólk sem að lifir í stöðugum ótta, meðal annars vegna stríðsátaka eða ofbeldis, hefur lýst því hvernig það upplifir valdleysi yfir sínum eigin líkama. Og hér er ég með 2 vitnisburði, barna sem er að upplifa stríðsátökin í Gaza. Þegar við heyrum hljóðin frá sprengingunum, líður okkur eins og dauðinn nálgast. Þetta sagði Karan, 10 ára. Ég er mjög hræddur. Ég get ekki sofið á nóttunni. Þetta sagði Mæsara, líka 10 ára. Þessi drengir lifa í ótta. Og það mun ekki breytast með því að reyna að hughreysta þá, klappa þeim á bakið og segja allt verið gott. Þeir þurfa hjálparhönd. Það er vandasamt að predika illskuna. En við verðum að horfast í augu við illsku þessa heims ef við viljum sjá breytingar. Við þurfum að viðurkenna sársaukana og sorgina sem að þúsundir, milljónir manna upplifa vegna þess að heimurinn okkar er ekki friðsæll. Hugmyndafræðin helvíti hefur ekki verið ofarlega í orðræðu kirkjunar síðustu ár. En það er kannski komin tími til að draga hana fram núna. Við þurfum ekki að leita í iðrun jarðar, leitandi að eldi og brennisteini til þess að finna helvíti. Það er óþarfi þegar við lesum lýsingar fréttafólks eins og þessa hérna. Ómar, 7 ára, heldur augunum sínum lokuðum. Hann missti föður sinn, móður og tvíbrabróður sinn í sprengingunum. Hann óttast nú að missa þau líka úr minningunum sínum og gleyma hvernig þau líta út. Hvað er helvíti ef ekki þetta? Jafnvel fyrr í mánuðinum sagði forseti Alþjóðaráðs Rauða krossins að ástandið á Gaza væri orðið verra en helvíti á jörðu. Það er ekki vilji Guðs að við lifum í ótta. Það er ekki vilji Guðs að við sýnum oflæti og yfirgangssemi. Því að það er hlutverk okkar að sýna kærleika, veita hjálparhönd og fordæma allt ofbeldi. Trúin vex ekki í lokuðu og óttafullu hjarta, heldur í opnu og þiggjandi. Arfleifð Krists á ekki að vera kirkja sem að hræðir og hatar,
sem að heldur fólki innan ákveðina marka af ótta við refsingu og dóm. Þegar fólk féll á hnén fyrir framan Jesú, líkt og lærisveinarnir hans eða fólki sem hann hjálpaði, þá bauð hann því að rísa upp aftur. Það á arfleið kirkjunar að vera, uppbyggjandi og uppliftandi. Að veita leiðsögn og leiðbeiningu, að benda á fótspor Krists eins vel og við getum og hvetja hvert og eitt okkar til þess að feta í þau. Að ástunda umhyggju í samskiptum, að sýna kærleika í verki. Að læra og afla okkar þekkingu á því sem við skiljum ekki. Og ég ætla hérna að fá að vitna í enskan biskup þessu til stuðnings, það var J.C. Ryle sem var upp á 19. öld. Hann sagði: ótti við refsingu, löngun í verðlaun og hugmyndir skyldur eru á sinn hátt gagnleg rök til að sannfæra fólk til helgunar. En, munið það alltaf en þetta allt aumt og kraftlaust ef að manneskjan elskar ekki Krist. Þegar við þiggjum af Guði erum við kölluð til að sýna auðmýkt og lotningu. Við þiggjum ekki af okkar eigin verðleikum heldur vegna náðar Guðs. Við þurfum að gefa okkur undir vald og vilja Guðs og viðurkenna hinn guðdómlega Krist sem miðlaðan í hjálparverki Guðs. Því fyrir Krist þekkjum við náðina í dag. Fyrir Krist þekkjum við hlutverk okkar gagnvart óréttlæti heimsins. Já, megum við öll feta í fótspor hans og ganga í kærleika. Já, dýr sé Guði, Föður og Syn og Heilags Anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Look all around, there's nothing but blue skies. Look straight ahead, there's nothing but blue skies. I can see clearly now, the rain's gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day.
Takk kærlega fyrir þetta. Þetta svo miklir snillingar sem ég að vinna inn á með, af því að eins og ég segi, þá var ég að tala við hérna Guðspjallið og predikunarefnið og ég sagði að við þyrftum eitthvað lag sem myndi svona halda utan söfniðin eftir predikunina. Og þá stungu upp á þessu dásamlega lagi sem minnir okkur á að vonin lifir. Og það auðvitað boðskapurinn okkar. Vonin lifir. Takk kærlega fyrir þetta. Alveg dásamlegt. Ef þið að vinna með snillingu þá hvet ég ykkur líka til þess að hrósa þeim á morgun. Það svona gott vítamín í mánudaginn. Kæru vinir, það komið að bænastund. Við höfum þann háttinn á hérna. Við eigum bara okkar hljóðustund með Guði hvert og eitt. Og meðan þá ætlum við að syngja mjög fallegan bænasálm sem hljóður. Hann á blaðsíðu, eða það sálmur 341, eða vil ég raula með. Hérna fyrir aftan svo bænaaltarið okkar. Það velkomið að kveikja á kerti fyrir bænarefnum eða skrifa bænarefni á miða og setja í raufina. Hér mætir alltaf trúfastur hópur alla 50. morgna klukkan 9. Biður fyrir öllum þeim bænarefnum sem okkur berast og þið auðvitað öll velkomin í þann hóp. Og svo ef ykkur liggur eitthvað á hjarta í vikunni eða fyrir þau sem að horfa í streyminu, þá alltaf hægt að senda bænarefni á lindakirkja@lindakirkja.is. Við skulum biðja. Elsku Guð, heilaga móðir okkar allra, þú ert styrkur okkar, okkar sem vona á þig. Guð, þú sem ert kærleikur, veit okkur í náð þinni kærleika þinn og styrk.
svo að við megum eins veita kærleika og styrk. Þú kallar okkur til þess að veita þurfandi aðstoð. Opna huga okkar, hjarta og hendur, svo við megum deila því sem við höfum með öðrum. Við biðjum fyrir öllum börnunum sem að lifa við stríðsátök í heiminum í dag. Þau sem að þekkja missi sem ekkert barn á að þekkja. Þau sem þekkja ótta sem ekkert barn á að þekkja. Þau sem þekkja skort sem ekkert barn á að þekkja. Veit leiðtogum heimsins opið hjarta, þannig að þeir beiti sér fyrir friði og mannhelgi. Ég flyt fyrir okkur bæn frá Æjóna. Kærleika til Guðs, kærleika frá Guði. Mildi Guðs, náð Guðs, speki Guðs, ótta Guðs, huga Guðs og vilja Guðs í öllu. Svo viljum við lifa í þessum heimi, eins og hinn heilugu og englar Guðs, í skugga og í birtu, dag og nótt, hvert augnablik í gæsku þinni. Gef okkur anda þinn til þess. Elsku Guð, viltu hjálpa okkur að vera ljósbera þínir og muna við erum hendur þínar hér í heimi. Allar okkar bænir leggjum við í þínar hendur og segjum saman bænina sem að Jesús gaf okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem mér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsar oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og nú með að þau sem eiga auðvelt með rísa á fætur við þiggjum blessun Drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs sem skapar, frelsar og huggar. Amen. Og við skulum endilega vera ennþá aftur fótunum þegar við syngjum saman loka sálminn okkar og vef mig vængjum þínum, sálfur 416 í sálmabókinni. Þannig, þetta lag var spilað í mínu brúðkaupi. Já, sko. Þegar ég gifti mig. Tenging. Við höfum 2 lög í kvöld. Oh, ljúfa
Ef við ekki að gefa tónlistarfólkinu okkar gott klapp. Óskar, Rósalind og Sigrún, takk kærlega fyrir ykkar þjónustu í kvöld. Þetta var dásamlegt. Ég vil þakka Maríu kirkjuverði sem að sér að þið komist inn í kirkjuna og ljósin séu kveikt og þessi atriði sem að við myndum annars gleyma. Og svo þetta vil ég þakka Björn Ingi, hann hérna uppi að passa upp á að þessu sé allt streymt. Það fullt af fólki sem kemur að svona stundum. Við erum þakklátt fyrir hvert og eitt þeirra og við erum auðvitað þakklátt fyrir ykkur. Verið ávallt velkomin í Lindakirkju og við kveðjum með þessum orðum: förum í friði og þjónum Drottni með gleði.